Til snarpra orðaskipta kom milli Trumps og Zelenskís á hitafundi í Hvíta húsinu síðdegis. Trump sakar Zelenskí að stefna heiminum í þriðju heimsstyrjöldina. You're gambling with World War III. Bjarni Benediktsson segir það hárrétt tímamót fyrir sig og Sjálfstæðisflokkinn að hann hætti núna afskiptum af stjórnmálum. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins var settur í dag og Bjarni flutti þar sína síðustu formannsræðu. 12.000 kennarar greiða atkvæði nýjan kjarasamning. Forsætisráðherra fundar með þjóðhagsráði eftir helgi og segist hafa fullan skilning á að sveitarfélögin ráði illa við launahækkanir kennara. Íslendingur var handtekinn í umfangsmiklum aðgerðum Evrópulögreglunnar í vikunni. Hann grunaður að hafa keypt barnaníðsefni sem framleitt var af gervigreind. Kona sem glímir við eftirköst COVID-19 segir bæði skilnings- og aðgerðaleysi ríkja innan heilbrigðiskerfisins í garð fólks með eftirstöðvar COVID. 5 ár eru síðan fyrsta smitið greindist hér á landi. Gott kvöld. Bandaríkjaforseti hótaði Úkraínuforseta að ef hann undirritaði ekki samning við Bandaríkin myndu þau hætta öllum stuðningi við Úkraínu gegn innrásarher Rússlands. Leiðtogarnir sátu á hitafundi í Hvíta húsinu í dag. Fyrir fram var búist við að þeir myndu undirrita samning fjárfestingasjóð sem ífæri arður af náttúruauðlindum Úkraínu. Trump hefur lýst yfir að hann vilji fá greitt frá Úkraínumönnum fyrir hernaðaraðstoð Bandaríkjanna. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna sagði að Bandaríkjamenn vildu reyna að semja við Putin og þá kom til snarpra orðaskipta. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners. You don't have the cards right now. With us, you start having I'm not cards. playing cards. Right now, you don't. You're playing serious, cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling I'm with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? Dagný, það stóð nú til í upphafi að þeir myndu undirrita samning auðlindir. Hefur eitthvað frést af því? Nei, og við héldum fram eftir degi að það yrði svona stóra málið í dag, en Zelenskí, hann farinn úr Hvíta húsinu, langt á undan áætlun og forsetarnir eru búnir að aflýsa blaðamannafundi sem stóð til að halda. Og var áhugavert að horfa á útsendingu frá þessum fundi í dag að Zelenskí, hann komst varla að fyrir forseta Bandaríkjanna og varaforseta, en hann náði þó að segja þarna á einhverjum tímapunkti að Úkraínumenn hafi ekki í hyggju að gefa neitt eftir gagnvart Putin, en það það sem Trump vill að Úkraínumenn geri, þeir gefi eitthvað eftir. Þetta á allan hátt óhefðbundin fundur tveggja þjóðarleiðtoga. Við erum nú vön því að þetta séu mjög settlegir fundir milli tveggja einstaklinga, en síður en svo þarna, hver hafa eiginlega viðbrögðin verið? En sem komið eftir náttúrulega stutt sem þetta gerðist, þá hefur öldungadeilda þingmaður demokrata Chuck Schumer, hann segir að Bandaríkjaforseti og varaforsetin séu bara einfaldlega að vinna skítverk Pútins. Og svo sendi Trump frá sér yfirlýsingu núna fyrir stuttu, þar sem hann sagði að hann hefði ákveðið að hann teldi það að Zelenskí væri ekki tilbúinn að semja frið. I still think that Mr. Zelensky is a dictator. Did I say that? I can't believe I said that. Next question. Þarna kallar Trump Zelenskí innræðisherra. Þetta var óhefðbundið þarna og svo virðist þetta vera að gerast aftur núna einhvern veginn.
Já, hann var sem sagt, Trump spurður að því á fundi í gær með Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hvort hann teldi enn að Zelenský væri einræðisherra og þá svaraði hann þessu. Einmitt. Og hann sagði þetta sem sagt 19. febrúar og ýmislegt annað sem hann sagði þá þótti vera svona endurómur af áróður í stjórnvalda í Rússlandi. Og við skulum heyra nákvæmlega hvað Trump sagði 19. febrúar. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating. Já, það voru margir á sínum tíma sem mótmæltu þessum orðum Trumps. Einmitt. Til þess að bregðast við þessum tíðindum að þá höfum við náð tali af Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Þorgerður, ertu á línunni? Já, sælveriði. Sæl og blessuð, þetta var mjög óhefbundin fundur Zelenskís og Trump. Það stóð nú vonað til þess að þetta yrði allt öðruvísi en þetta. Hver þín fyrstu viðbrögð? Já, þetta var náttúrulega ekki fallegasta birtingarmynd í samskiptum tveggja lýðræðis þjóða og satt best að segja fannst mér ekki kannski mikill skilningur á því að af hálfu Bandaríkjaforseta því miður að Zelenský búin að vera 3 ár í stríði gegn Rússum. Það voru þeir sem að réðist inn í Úkraínu, það eru þeir sem að beita ofbeldi og hryllingi, það eru þeir sem að vanvirða alþjóðalög. Zelenský búin að vera sjálfur í mikilli gæslu lífvara, hann ekki búin að sjá fjölskylduna sína, hann að berjast fyrir lífi og sjálfstæði landsins síns. Þessi uppákomi í Hvíta húsinu, eins og ég segi, það var sárt og það var erfitt að horfa upp á þetta, en afstaða Íslands gagnvart Úkraínu hefur ekki breyst. Ísland eins og allar aðrar Evrópuþjóðir standa einur með Úkraínu og það mikið undir og því meira sem kemur út í Hvíta húsinu, það jafnvel meira. Sárt að horfa upp á þetta, segiru Zelenský farin úr Hvíta húsinu og það verður ekkert á blaðamannafundi þeirra sem fyrirhugaðu var. Hvert heldur að framhaldi verði? Já, það verður náttúrulega að halda áfram að reyna að stuðla því að það verði friður í Úkraínu, en það verður þá að vera réttlátur og langvarandi friður sem að byggir ekki á yfirgangi og frekju og ofbeldi Rússa og ég vona bara að skynsemi fara nú að ná yfirtökunum bæði vestanhafs og austan, að það verði annars vegar það að Bandaríkin komi að myndurleika og veiti ákveðnar öryggistryggingar en ekki síður það sem að liggur alveg fyrir og enn frekar skýrt núna að Evrópa þarf að standa saman sem aldrei fyrr. Það liggur mikið undir núna, bæði öryggi og friður í Úkraínu en það sama gildur Evrópu líka. Það er mikla krossgötur, það er margt sem að segir að það sé svolítið að vera að snúa öllum málum á hvolf þessa dagana. Snúa öllum málum á hvolf, segir utanríkisráðherra. Takk hérlega fyrir þetta, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Takk fyrir. Og við förum þá af öðrum fundi og á annan og hér heima því landsfundur Sjálfstæðisflokksins var settur formlega síðdegis og flestra augu hafa verið á formannskjörinu milli Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur og Guðrúnar Hafsteinsdóttur. En fráfarandi formaður, hann átti sviðið í dag, ekki satt, Magnús Geir? Jú, Oddur, því Bjarni Benediktsson flutti sína síðustu ræðu sem formaður Sjálfstæðisflokksins og hann nýtti tíma vel, hann talaði í rúma klukkustund. Það var náttúrulega búið að bíða svolítið lengi eftir þessa ræðu því frá því hann tilkynnt hann væri að hætta í stjórnmálum í byrjun janúar, þá hefur lítið heyrst í honum og það má ætla kannski að hann hafi notað allan þennan tíma til að skrifa ræðuna. Og var ræðunni og Bjarni vel tekið? Virkilega, Bjarni er náttúrulega búin að vera lengi formaður í nærri 16 ár og engin formaður Sjálfstæðisflokksins situr lengur nema Ólafur Thors. Hann hefur verið lykilleikmaður í íslensku stjórnmálum í nærri 2 áratugi, hann hefur verið forsætisráðherra, fjármálaráðherra lengi, þannig að viðbrögðin hæfðu tilefnu og hann var virkilega vel tekið. Hann talaði klukkutíma Bjarni, var eitthvað í ræðunni sem að koma á óvart? Það var sjálfsagt ekkert nýtt, hann notaði þennan tíman til að gera upp öll þessi 16 ár og jafnvel lengra aftur í tíman, allt frá því að hann byrjaði í SUS, ungur drengur. Hann talaði sem formaður, hann talaði sem fjármálaráðherra, forsætisráðherra, hann þakkaði ótal mörgu fólki, enda unnið með mörgum í allan þennan tíma. Ef ekki bara grípa aðeins niður í smá brot af þessari klukkutíma löngu ræðu. Á þessum landsfundi ætlum við að hefja sóknina að nýju. Við þurfum að búa okkur undir
að taka við stjórnartaumunum á ný í allra síðasta lagi að 4 árum liðnum. Við höfum stefnuna, við höfum fólkið og við höfum söguna. Og sama hvor þeirra sigrar ljóst að kona mun leiða flokkinn okkar í fyrsta sinn í sögunni og við ætlum öll að standa þétt við bakið á nýjum formanni að kosningu lokinni. En vandi þessara ríkisstjórnar, hann liggur svo sem ekkert í verkefnunum. Vandinn bara sjálf stjórnin. Ég segi þess vegna að það verður eitt mikilvægasta verkefni Sjálfstæðisflokksins að berjast af öllu afli gegn þessari tilraun að draga þjóðina inn í Evrópusambandið. Leið og ég set þennan fund, 45. landsfund, þá ætla ég að biðja Þóru mína sem hefur staðið með mér í þessu að koma hérna upp og leiða mig út af pólitíska sviðinu. Líf og fjör á landsfundi greinilega, en það hefur verið beðið eftir því Magnús alveg frá því að Bjarni hætti 7. janúar eða tilkynnt hann hygðist hætta í stjórnmálum eftir að hann veitti viðtal. Já, mikið rétt. Það mikið búið að reyna, það búið að hringja oft í hann, það búið að senda mörgum SMS, hann hefur alltaf neitað fyrir en núna í morgun. Jóhanna Vigdís settist niður með Bjarna og spurði hann meðal annars hvort hann sæi eftir þessari ákvörðun og hvað ætlaði að fara að gera. Langflestum að óvörum tilkynnti Bjarni Benediktsson 7. janúar að hann ætlaði ekki að sækjast eftir endurkjöri sem formaður Sjálfstæðisflokksins og að hann ætlaði að segja af sér þingmennsku. Hann segist hafa hugleitt þetta vel og tekið ákvörðun eftir alþingiskosningarnar. Ég tilbúinn núna eftir 22 ár til þess að segja af sannfæringu að ég sé klár í þetta kjörtímabil til þess að snúa stöðunni Sjálfstæðisflokknum í hag í því markmiði að komast aftur í ríkisstjórn og leiða flokkinn þá í nýju ríkisstjórnarsamstarfi. Þetta getur verið 8 til 10 ára verkefni. Og ég einfaldlega komst að þeirri niðurstöðu fyrir mitt leyti að nú væri tími til þess að gera breytingu og ég hef líka sannfæringu fyrir því að það sé gott fyrir flokkinn. Hefur á einhverjum tímapunkti séð eftir þessari ákvörðun? Nei, ég hef ekki gert það. Mér líður bara mjög vel. Bjarni segist hlakka til landsfundar þar sem hann kveður vini sína sem formaður. Hann lýsir ekki yfir stuðningi við ákveðna frambjóðendur. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir varaformaður tilkynnti í janúar að hún ætlaði ekki að sækjast eftir formennsku. En eru það vonbrigði fyrir Bjarna? Nei, þetta persónulega ákvörðun sem að hún tekur og allir hljóta að virða. Bjarni hefur þegar sagt af sér þingmennsku, en hvað tekur nú við? Hvað síðan tekur við í framtíðinu, það verður eitthvað stórkostlegt og spennandi og skemmtilegt. Ég veit ekkert hvað það verður, en ég bjartsýns maður að eðlisfari og ætla að hafa gaman að lífinu það sem eftir er. Vonandi fást við einhver spennandi, gefandi verkefni. Kannski getum að láta gott að sér leiða fyrir samfélagið í einhverju allt öðru hlutverki. En ég ætla líka að gefa fjölskyldunum meira rými. Hún hefur allt of mikið sett afgangi þennan langa tíma sem ég verið á þinginu. Já, þarna talaði fráfarandi formaður Sjálfstæðisflokksins en Magnús, spurningi sem brennur á öllum auðvitað, hver verður svo næsti? Það rándýr spurningotur og ég get ekki fyrir mér litla líf svaraðir. Þeir kosningasmalar sem ég hafa að tala við, þeir segja að það séu óvenju margir sem ganga óbundnir inn á landsfundinn þetta árið, þannig að það mörg atkvæði í boði ennþá á lausu og maður hefur séð það á frambjóðendunum að þeir eru á úttópnu hérna alla Laugardalshöll að reyna að sannfæra kjósendur, landsfundarfulltrúa sitt eigið ágæti. Já, það getur allt gerst ennþá, en svo getur þetta líka bæst við í hóp frambjóðenda, ekki satt? Klárlega, það kannski ekki oft tekið fram, en það eru allir í boði fyrir kosningar. Það geta allir boðið sér fram og svo getur það líka alveg gerst að sá sem tapar formannskjörinu bjóði sig fram til varaformanns. Það eru dæmi slíkt og það er líka dæmi það að fólk hafi einfaldlega boðið sig fram á öðrum degi landsfundar eins og til dæmis Pétur Blöndal heitinn. Þannig að það getur allt gerst fram á sunnudag. Getur allt gerst og spennandi tímar framöndan helgina.
Já, klárlega, á morgun eru ræður frambjóðenda og þær segja reyndari með mér koma til með að skipta ansi miklu máli á morgun því að það eru jú enn margir óákveðnir og svo líka flytur varaformaðurinn Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sína síðustu ræðu sem varaformaður því hún er jú líka að hætta. Við ætlum að vera hérna í Laugardalshöll alla helgina og fylgjast með og greina frá öllu sem fram kemur. Takk hérlega fyrir það Magnús Geir Eyjólfsson í Laugardalshöll. Karlmaður á 50-aldri lést í vinnuslysi í Vík í Mýrdal á öðrum tímanum í dag. Endurlífgunartilraunir voru reyndar á vettvangi en þær báru ekki árangur. Ekki fengust meiri upplýsingar tildrög slyssins en lögreglustjórinn á Suðurlandi fer með rannsókn málsins. Og þá í kjaramálin því atkvæðagreiðsla nýja kjarasamninga Kennarasambandsins hófst í dag. Hátt í 12.000 manns í 7 aðildarfélögum sambandsins hafa atkvæðisrétt og atkvæðagreiðslu lýkur á hádegi á þriðjudag. Fjölmargir sveitarstjórar hafa stigið fram síðustu daga og sagt sveitarfélögin ekki hafa fjármagn til að standa undir auknum kostnaði vegna kjarasamninga leik- og grunnskólakennara. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur kallað þjóðhagsráð til fundar eftir helgi þar sem ræða á málefni vinnumarkaðarins. Hún segir að ríki hafi enga beina aðkomu að sveitarfélagasamningnum. Við erum auðvitað fullkomlega meðvituð að fjárhagsstaða sveitarfélagana er þröng. Hún hefur verið það í talsvert langan tíma og ríkisstjórnin hefur átt heiðarlegt samtal við sveitarfélögin aðkoma á hinum og þessum verkefnum algjörlega óháð þessum kjarasamningum. Við erum til að mynda að skoða úrræði hvað varðar börn með fjölþættan vanda, varðandi öryggisvistunina, líka varðandi hjúkrunarheimilin. Þannig að þetta auðvitað að skoðast svona í heildrænu samhengi en það er engin sérstök tenging við þessa samninga. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók íslenskan karlmann á miðvikudag grunaðan að hafa keypt aðgang að barnaníðsefni sem búið var til af gervigreind. Víða ná engin lög utan slík brot. Umfangsmikil lögregluaðgerð Europol Evrópu lögreglunar leiddi til handtöku 25 manns í 19 löndum. Danska lögreglan kom upp brotin við handtöku á manni í nóvember. Sá er grunaður að hafa selt aðgang að lokuðu vefsvæði með barnaníðsefninu, þar á meðal til Íslendings. Þetta er svo raunverulegt og þú átt stundum erfitt með áttið á því hvort þetta er barn eða ekki barn. Þú þarf að vera með verulega þjálfað auga og svo heldur gervigreindin áfram að þróast og þjálfað auga kemur ekki til með að sjá munin eftir ekkert langan tíma held ég sko. Í mörgum löndum eru engin lög sem ná utan brot af þessu tagi en aðildarríki Evrópusambandsins vinna að sameiginlegri löggjöf. Í tilkynningu frá Europol segir að áframhaldandi samvinna lögregluembætta sé mikilvægt til að takast á við þessa nýju ógn. Ná íslensku lög utan brot af þessu tagi? Já, við teljum svo vera og fögnum því og þess vegna erum við að fara í þetta. Aðgerðin gekk undir nafninu Cumberland og var þetta í fyrsta sinn sem lögreglan á Íslandi tekur þátt í svo stórri aðgerð varðandi barnaníðsefni sem búið er til með gervigreind. Þetta er þó ekki í fyrsta skipti sem slíkt efni kemur á borð kynferðisbrotadeildar. Þessi börn sem eru sjáanleg í þessu gervigreindar efni, eru þau byggð á raunverulegum börnum eða? Sko, ég get náttúrulega ekki sagt til það, en gervigreind er byggð á upplýsingum sem að hún hefur sótt eða fengið verið mötuð af netinu, þannig að mér finnst ekkert ósennilegt að þeir sækja allavega eitthvað grunn í myndir sem fyrir eru. Óljóst hvort samningar náist í tæka tíð milli Ísraela og Hamas næsta hluta vopnahlés á Gaza. Viðræður voru í dag í Kaíró í Egyptalandi. Fyrsti hlutinn sem varað hefur í 6 vikur að renna út og sá næsti ætti að taka gildi á morgun. Hann felur meðal annars í sér að Ísraels her hörfi alfarið frá Gaza og að Hamas sleppi öllum gíslum úr haldi. Viðræður næsta hluta hafa dregist og vilja ráðamenn í Ísrael frekar framlengja fyrsta hlutan, nokkuð sem Hamas hafa ekki samþykkt. Á Gaza óttast fólk að hlutirnir fari í það horf sem þeir voru í 15 mánuði eftir 7. október 2023. إحنا كشعب تعبنا نفسنا ما ترجعش الحرب نفسنا نرجع للمدرسة للحرية تعبنا من الحرب نزحنا كتير نرجع لمقاعدنا الدراسية كل واحد يشوف عمله وشغله نفسنا ترجعش الحرب. Aftur hingað heim. Ríkisstjórnin lagði land undir fót í dag og hlýddi á sjónarmið sveitarstjórnar fólks, meðal annars frá þeim bæ sem orðið hefur fyrir mestri ágjöf síðustu misseri.
Staðsetning hefðbundisfundar ríkisstjórnarinnar var óhefðbundin í dag eða í Hótel Keflavík. Sveitarstjórnarfólk Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Voga kom svo til fundar við ríkisstjórnina og fulltrúar Grindavíkurbæjar þar á eftir. Eftir hádegi fór ríkisstjórnin í skoðunarferð öryggisvæðið innan Keflavíkurflugvallar. Samtals búa nærri 30.000 manns í Vogum, Suðurnesjabæ, Grindavíkurbæ og Reykjanesbæ. Þeim hefur fjölgað 3.000 á 4 árum. Aðeins 1250 eru nú skráðir búsettir í Grindavík sem þriðjungur af því sem var fyrir eldsumbrotin. Sveitarstjórnirnar ræddu meðal annars vaxtaverkina við ríkisstjórnina. Það hefur auðvitað orðið gríðarleg fólksfjölgun á þessu svæði og þau finna fyrir það öll í sínum innviðum. Þau eru líka auðvitað meðvitað ýmsa þjónustu frá hinu opinbera til að mynda sem snýr að fjölþættum vanda barna. Grindavík sér á báti. Það eru þarna úrræði sem að renna sér skeið núna í lok mars og það erfitt að horfa í rauninni og skynja kannski bara angist fólksins sem að leigja til dæmis í dýrum húsnæðum og það þarf að vera svona ákveðin fyrir sig á leiki varðandi það en þau tala hann miðjan mars. Þá verða niðurstöður sviðsmyndagreiningar málefni Grindavíkur kynntar. Fyrri ríkisstjórn vann þetta víða gríðarlega gott verk og það var þverpólitísk sátt flest þar en við þurfum líka að geta horft aðeins lengra inn í framtíðina, vera bara ekki stöðugu viðbragði og þess vegna viljum við bara ná aðeins betur utan myndina. Húsnæðisstuðningur fyrir þá Grindvíkinga sem þurfa að leigja verður endurskoðaður. En þeir sem eru í erfiðustu stöðunni munu áfram fá stuðning og við munum auðvitað gæta meðalhófs í breytingum á þessu úrræði. Það mikilvægt fyrir okkur fólkið að sjá bæinn okkar og það sé ákveðin svona endurreisn í gangi. Það hjálpar líka til andlega. 5 ár eru síðan fyrsta COVID-19 smitið greindist hér á landi. Kona sem varð öryrki eftir COVID-veikindi segir aðgerðarleysi ríkja innan heilbrigðiskerfisins. Íslendingur á 50-aldri í sóttkví á smitsjúkdómadeild Landspítalans með COVID-19 kórónaveiruna. Með þessum orðum hófust kvöldfréttir sjónvarps þann 28. febrúar 2020. Kórónuveirufaraldurinn COVID-19 var formlega kominn til Íslands. Ég held að það með alveg gera ráð fyrir fleiri smittum og hversu mörg það verða, það ógjörningar að segja nokkuð til það en ég býst alveg við því að þau verði fleiri, já. Sagði þáverandi sóttvarnalæknir á upplýsingafundi almannavarna fyrr sama dag. Hættustigi almannavarna var lýst yfir og við tók tímabil samkomutakmarkana, grímunótkunnar og 2 metra reglunar. Frá upphafi faraldurs hafa rúmlega 158.000 smit verið staðfest, flest árið 2022 þegar faraldurinn var í hámarki. Yfir 300 hafa látist af völdum sjúkdómsins. Sóttvarnalæknir segir mikið vatn hafa runnið til sjávar frá því faraldurinn braust út. Smitum hafi fækkað verulega en þrátt fyrir það glímir talsverður fjöldi fólks við eftirköst sjúkdómsins. Við erum með tölur þá sem hafa greinst með það sem kallast long COVID eða eftirstöðvar COVID-sýkingar og það hafa verið frá 2020 til 2024 rúmlega 3.000 manns. Ég búin að vera núna að glíma við þessi veikindi núna í 3 ár. Komin 2 ár síðan að ég var að hætta að vinna. Orðin fullur örorki bara eftir þessi veikindi. Stefania segir fordóma innan heilbrigðiskerfisins í garð fólks með eftirstöðvar COVID. Kórónuveiran sé lítið til umræðu en hún sé þó enn stór hluti af daglegu lífi fjölda fólks. Lítinn skilning sé að finna í heilbrigðiskerfinu. Það engin kunnátta, ég myndi segja það. Þú fer til læknis og maður skilur það vel ef að þeir hafa engar upplýsingur það hvað að gera fyrir þetta fólk, þá bara best að ýta svona svolítið til hliðar. Og það það sem við erum að lenda í. Við erum ekki að fá neina hjálp. Þarna voru þið. Veikindi Frans Páfa hafa vakið enn meiri athygli á kvikmyndinni Conclave sem fjallar hvað gerist eftir fráfall Páfa. Fjöldi fólks hefur komið saman við Péturskirkjuna og sjúkrahús í Róm síðustu daga til að biðja fyrir Frans Páfa. Hinn 88 ára æðsti embættismaður kaþólsku kirkjunar hefur glímt við heilsubrest undanfarið. Og fleiri senda honum bandakveðjur. Margir af aðalleikurum kvikmyndarinnar Conclave hafa óskað Páfa allsins besta. Myndin tilnefnd til 8 Óskarsverðlauna sem verða veitt aðfarnótt mánudags. Have you seen the papers? Apparently it's already decided it's to be me. And I happen to agree with them. What if I don't want it? No sane man would want the papacy. Some of our colleagues seem to want it.
The film opens with the death of a pope and the whole conclave process begins. In this moment, with rumors swirling about death or a possible resignation of Pope Francis, the film is hitting a little too close for comfort. Sögusvið myndarinnar Conclave páfakjör. The conclave is a centuries-old tradition where cardinals process into the Sistine Chapel. They're locked in there by key and they cast secret ballots for their candidate for pope. Veikindi páfa hafa aukið áhuga á myndinni og vinsældir hennar hafa vakið fleiri til umhugsunar heilsu Frans páfa. Nánar verður fjallað páfakjör og sannsögulegt sögusvið fleiri Óskarsverðlaunamynda í heimskviðum á Rás 1 eftir hádegisfréttir á morgun. Þá skulum við gá að veðrinu. Suðvestan allhvass eða hvassvindur og él landið sunnan og vestanvert en þurrt að kalla norðaustan til. Hiti kringum frostmark þegar að rigna hádegi á morgun, fyrst á suður- og suðvesturlandi en síðar í öðrum landslutum. Hægt hlýnandi í bili. En Óli Þór Árnason veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Hasarinn verður á Ásvöllum á morgun þegar bikarúrslitin í handbolta fara fram. Kvennamegin mætast Haukar og Fram en Fram sigursælasta kvennalið bikarkeppninnar. Í úrslitunum karlamegin eigast Fram og Stjarnan svo við en talsvert síðan bæði lið hömpuðu titlinum eftirsótta. Við rýnum í úrslitaleikina og fleira til í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Rýnum það upp helstu atriði frétta. Donald Trump Bandaríkjaforseti hellti sér yfir Zelenský Úkraínuforseta í Hvíta húsinu síðdegis og sakaði hann að stefna heiminum í þriðju heimsstyrjöldina. You're gambling with World War III. Bjarni Benediktsson segir það hárrétt tímamót fyrir sig og Sjálfstæðisflokkinn að hann hætti núna afskiptum af stjórnmálum. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins var settur í dag. 12.000 kennarar greiða atkvæði nýjan kjarasamning. Forsætisráðherra segist skilja að sveitarfélögin ráði illa við launahækkanir kennara. Íslendingur var handtekinn í aðgerðum Evrópu lögreglunnar. Hann grunaður að hafa keypt barnaníðsefni sem framleitt var af gervigreind. Þessum fréttatíma að ljúka. Við minnum á vefinn okkar rúv.is sem uppfærður allan sólarhringinn. Njótið helgarinnar og verið sæl.